Ertu velkominn, Donni Sigurðsson. Donni, ánægja kemur að næsta verkefni sem er síðasti útileikurinn á móti Selfossi. Það ætli aðeins að koma í 2 síðustu útileiki. Það voru 2 sætir sigrar. Já, 2 mjög sterkir sigrar á móti Gróttu og Grindavík. Það voru bara hörkuleikir, bæði liðið eru öflug og mér fannst við ná í mjög sterk 3 stig á báðum stöðum. Var þetta ekki óttalegur rússibanni á móti Grindvíkingu? Þú náttúrulega varst búinn að vinna leikinn á 90. mínútu þegar þeir tóku upp á því að jafna og skotni niður og svo kom Jói og færði ykkur þessa dásamlegu, þetta er bara snembúin jólagjöf í ár. Markið upp á það tíma, þetta gerist ekki sætara. Nei, það var mjög sætt en aftur á móti var það rosalega súrt að fá þessu jöfnumarkið og ég held ég fyrir miður tók aftur brúsa og sparkaði hann en fekk ekki spjald núna. En þetta var samt mjög sætt að klára þetta og mér fannst það sanngjarnt. Það var mjög jafn og erfiður leikur fyrir bæði lið að spila því að það var mikið undir hjá báðum. Þeir hefðu getað komist í ágæti stöðu, þeir eru unnið og svo framvegis og við núna í ágæti stöðu. Þannig að það var svona þannig fílingur í leiknum að bæði hvort lið vildi tapa og menn voru svona mjög varfærnislegir en við fengum nú fleiri færi og vorum mjög þéttir og gáðum engin færi á okkur nema þetta eina færið sem þeir skoruður og annars spiluðu við leikum mjög vel, sérstaklega varnarlega og klálega áttum skilja að vinna og enn og aftur koma strákarnir og sýna Þórs hjartað og sýna þetta element að þeir gefast aldrei nú upp og þeir kláruðu leikinn með stakar snilld. Það er eitthvað sem við þurfum að gera á laugardaginn að það fara með fullir af jákvæðinni á jáverkvöllin og sækja þangað 3 stig. Já, engin spurning. Ég held að það sé eina vitið og við mætum mjög jákvæðir og ætlum að matsa Selfyssingarna í baráttunni því Selfyssingar eru með mjög gott lið og við tökum þetta verkefni mjög alvarlega því að þeir, eins og ég segi, þeir eru mjög öflugir og á sínum heimavelli og hafa unnið það sterk lið eins og til dæmis Þrótt og þannig að þetta verður mjög erfiður leikur fyrir okkur en við ætlum að mæta og ætlum að gera okkar allra besta til þess að taka 3 stig heim. Og með sigri gegn Selfyssingum þá höldum við áfram draumnum vakandi. Já, við gefumst aldrei upp og ætlum að klára þetta bara tímabil með sæmd. Við ætlum að byrja þau á laugardaginn að reyna að taka 3 stig þar og ætlum okkur það eðlilega og svo sjáum við bara hvað það skilar okkur. Við höfum ekkert annað, getum ekkert gert annað úr þessu. Við ætlum bara að reyna að vinna alla leikina og þessa 2 sem eftir eru og sjá hvað það gerir og við höldum í vonuna og vonum það besta og allt það en tökum bara einn leik fyrir einu og klárum þá og sjá hvað gerist. Ég veit ekki hvert það heyrðist en þegar fyrirliðin gekk framhjá þá kallaði hann ekki þessa klésju en ég ætla að koma í samt eina. Hvernig er staðan á mönnum fyrir þennan leik á laugardaginn? Hún er bara langmestur leyti góð. Krissi Rós er frá tímabili núna, hann er með rifinn vöðva í læri og er að hóla ofan í lærið á honum og hann er búinn að vera svolítið að hjakkast á því í sumar og hefur verið erfitt fyrir hann oft en staðið sér mjög vel í því sem hann hefur gert þegar hann hefur fengið sitt tækifæri. Og svo er Bergvin tóknaði aftan í læri í gær á æfingu sem er leiðinleg tíðindi því að hann er mjög efnilegur leikmaður. Er einhver í skammakróknum? Nei, enginn í skammakróknum, enginn í agabanni eins og staðan núna og gera ekki ráð fyrir því. Nei, og ekki leikbanni? Nei, enginn þannig, ekkert leikbanni eins og er og það er svona ekki mjög margir á hættusvæði þar sem er ágætt fyrir sérstaklega síðustu 2 leikina en hins vegar er það þannig að það er mjög hart barist hver einstu stöðu og við eigum góðan hóp. Vissulega eru ykkur í lemstræðir, Svenni fór út af meiddur í síðasta leik til dæmis og er ennþá að baksla við hnið á sér. Því miður, Reynir er svona allur að koma til, hann er ennþá það sést á æfingunum, hann myndi aldrei viðurkenna það fyrir einhvernum einasta manni en hann er svona ennþá að baksla við öklan. Og svona, það er svona einn og einn krambúleraður en það er bara ekkert herfits væl. Það er allir klárir, Jói Helgi til dæmis handleggsbrotinn er búinn að vera þau öll leikinum og hann skipti gifs eftir hvern einasta leik því að hann brýtur þetta alltaf aftur og það er sama og sama með nokkra. Þegar menn ætla bara að gefa allt í þetta eins og ég sagði hann með Reyni og Svenni þeir eru harka bara af sér og gefa allt í þetta og menn geta það sko. Reyni er álið svo hann getur og Jóhann Helgi það er heppilegt að vera ekki að spila handbolta þannig að brotinn handleggur, það er greinilega ekkert að stoppa hann eða fótboltanum. Nei, og það sama með Ingi var með gifs í marga leiki og
Ég vona nú að Dodda hafi ekki brotnað í gær en hann fekk högg á framan á hendina, það verður að koma í ljósu eftir, hann fór að spila hann á hann og það kemur í ljós, það getur vel verið, þá spilar hann bara með gifs, það er ekkert, þú veist, eins og þú segir, þetta er ekki handbolti, þetta er fótbolti og jafnvel þó að menn noti nú hendurnar á til því að hjálpa sér en þá er nú mest megnis með bolta, með fótona og höfuð. En þetta eru naglar. Þetta er algjöru djöfisins naglar maður, það verður ekkert að þessum gæjum tekið og þeir gefa allt í þetta fyrir fólkið okkar, fyrir alla Þórsfjölskylduna, þetta eru okkar, ja, ykkar og okkar allra fulltrúar sem að standa sér frábærlega, búin að standa sér frábærlega í allt sumar fyrir sjálfa sig og Þórsfjölskylduna og ætla að klára þetta með sæmd. 3 stig Heimi Hamar klárlega á laugardaginn. Ja, við gerum okkar allra bestið þess og ég vona að við sjáum áfram Þórsara á Suðurlandinu þegar við förum þangað á Vesturlandinu og það væri frábært að sjá sem flesta þegar við höfum sannarlega fengið fínan stuðning finnst mér í útileikunum. Tonni, gangi ykkur sem allra best og megið komið 3 stig Heimi Hamar og nóg pláss fyrir þau. Já, takk fyrir það, við komum fyrir.